Haldinn á vegum Skipulagsstofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Dagurinn var haldinn á Grand Hotel Reykjavík þann 17. nóvember síðastliðinn. Í ár var sjónum beint að nokkrum af helstu viðfangsefnum og áskorunum okkar tíma í skipulagsmálum og landnotkun, stafrænni vegferð, fæðuöryggi, skipulagi bæjarrýmis og orkuskiptum. Undirritaði flutti erindi á ráðstefnunni varðandi flokkun landbúnaðarlands í aðalskipulagi og þær áskoranir sem því fylgja fyrir sveitarfélög. Erindi fékk góðan hljómgrunn og ljóst að flest sveitarfélög á Íslandi standa frammi fyrir sambærilegum áskorunum og rangoðing eystra þegar kemur að flokkun landbúnaðarlands til framtíðar. Á 221. fundi byggðarráðs var fyrirtækinu Festi veitt vilyrði fyrir lóðum við Austurveg milli N1 og apótekarans. Er að ræða lóðir sem samkvæmt gildandi deiliskipulagi eru ætlaðar fyrir verslun og þjónustu. Samkvæmt erindi Festi til sveitarfélagsins sér fyrirtækið mikil tækifæri í uppbyggingu verslunar og þjónustu á svæðinu með nýrri byggingu fyrir matvöruverslun Krónunnar og ýmsar aðrar verslanir og þjónustu svo sem apótek, vínbúðin, upplýsingamiðstöð, veitingastaði og sérvöruverslanir. Í vilyrðisveitingu felst að nú hefur Festi 6 mánuði til að leggja fram drög af sínum uppbyggingaráformum á lóðunum. Hvort sú vinna leiðir til þess að nauðsynlegt sé að breyta deiliskipulagið og umræddu svæði liggur ekki enn fyrir, en ljóst að verkefnið virkilega spennandi. Framkvæmdir við byggingu nýs leikskóla ganga vel. Lítil sem engin ófyrirséð verk hafa bæst við framkvæmdina og verktakar því bjartsýnir á að geta afhent bygginguna fullbúna á tilsettum tíma í maí á næsta ári. Verið að vinna undirbúningi við að afla tilboða í innanstokksmuni, svo sem borð, stóla og annan húsbúnað. Framkvæmdir við gatnagerð miðbæ Hvolsvallar eru einnig á áætlun og gengur verkið vel. Þar hjálpar líka til sú einmuna blíða sem hefur verið aðnjótandi nú í haust og fram á vetur. Mikilvægt að byggðarráð ákveði sem fyrst með hvaða hætti þær lóðir sem þar opnast á verða auglýstar til úthlutunar. Ungmennaráð Rangárþings eystra stóð fyrir ungmennaþingi í Hvolsskóla þann 19. nóvember síðastliðinn. Þingið var virkilega vel sótt og sköpuðust líflegar umræður hin ýmsu mál, til dæmis skipulags- og umhverfismál, skólamál, forvarnir og Ég vil koma fram fyrir sérstökum þökkum til ungmennaráðs, sveitarstjórnarfulltrúa og annarra starfsmanna sem tóku þátt í að undirbúa og halda þingið. Það heppnaðist einstaklega vel í alla staði og ljóst að niðurstöðu þess mun nýtast sveitarstjórn til ákvarðanatöku í framtíðinni. Undirritaður situr í starfshóp á vegum SAS heimavistarmál við Fjölbrautaskólann á Suðurlandi. Til að tryggja jafnan aðgang ungmenna á Suðurlandi til að sækja nám við skólann nauðsynlegt að heimavist sé til staðar. Starfshópurinn átti fund með menntamálaráðherra þann 1. desember síðastliðinn, þar sem framtíðarmál heimavistar við FSU voru rædd. Sameiginlegur vilji allra aðila var til þess að framlengja samninginn við núverandi rekstraraðila heimavistar og byrja vinnu við undirbúning byggingar nýrrar heimavistar á lóð skólans á Selfossi. Sveitarstjórnarfulltrúar ásamt fulltrúum úr skipulags- og umhverfisnefnd og markaðs- og atvinnumálanefnd sveitarfélagsins áttu fund með fulltrúum Vegagerðarinnar, lögreglu og bændasamtakanna í Hvoli Hvolsvelli þann 28. nóvember. Tilgangur fundarins var að ræða málefni lausagöngu búfjár í sveitarfélaginu, en talsvert hefur borið á kvörtunum til sveitarfélagsins undanfarin ár vegna lausagöngu búfjár víðs vegar á svæðinu. Fundurinn tókst vel í alla staði og var mjög upplýsandi fyrir kjörna fulltrúa og nefndarmenn. Þetta svona það helsta sem á dag okkar hefur drifið nú undanfarið. Takk fyrir mig í bili. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Diddi og takk Anton Kári fyrir þetta minnisblað, fróðlegt eins og annarlega. Mér langaði aðeins, því að við erum nú að koma hérna fram núna kannski í fyrsta skipti fyrir opnum tjöldum að ræða málefni Hvolsskóla. Það kemur fram í minnisblaðinu að það hafi greinst mygla í skólanum og út af því að þetta nú kannski málin sem við þekkjum hérna í fundarherberginu. Væri ekki ágætt að fara aðeins yfir hvers efnis þetta og þetta eitthvað sem að fólk þarf að hafa áhyggjur af? Þú veist, velferð starfsmanna og barna. Ertu til í að skýra það eins fyrir okkur bara stuttumáli í dag? Takk fyrir Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk Oddviti og takk Bjarki fyrir fyrirspurnina.
Ég svo sem ekki mikill sérfræðingur í mygglumálum en auðvitað það gefur auga leið að þar sem greinist mygla og í einhverju magni að það ekki æskilegt fyrir húsnæði eða fyrir starfsfólk eða fyrir nemendur. Og þess vegna náttúrulega var rokið strax í eins og flestir vita og gerðar ráðstafanir og byrjað undir eins á framkvæmdum til þess að bæði til þess að greina og til þess að koma í veg fyrir frekari myglumyndun. Þetta voru minnir mig 10 sýni sem voru tekin og í hluta þeim greindist mygla og í rauninni svona fyrstu niðurstöður eru betri heldur en við þorðum að vona í 2 kennslustofum. Þar fannst strax í rauninni ástæða myglunar og ástæða lekans sem var bara sprungin ofnalögn í gólfi, þannig að það vandamál strax orðið skárra. En svo núna næsta skref að fara inn á ganginn. Myglan var mest bundin við þessar 2 kennslustofur og svo ganginn og samtengingarnar á milli eldri bygginga. En í rauninni greinist samt sem áður í sýnum mygla á flestum stöðum í húsinu og jafnvel í nýja húsinu líka. Þannig að, en það var mat sem stefnu að húsið væri ekki skaðlegt þeim sem í því starfa í dag og ekki ástæða til þess að loka eða hvað að segja, færa starfsemi en annað. Heldur getum við einangrað þessa staði og ég held að sé náttúrulega bara mikilvægt að við höldum vel á spöðunum og vöðum áfram og tilstendur núna bara þegar jólafrí byrjar, næsta föstudag, að nýta jólafríði sem best og reyna að vinna sem mest. Og vonandi verður öllum framkvæmdum lokið til þess að bregðast við þessu bara núna á næsta ári. Takk. Takk fyrir þetta, Arnór Kári. Þá held ég að við hefjum standa bara í annan lið. Það viðauki 4 við fjárhagsáætlun 2022. Byggðarráð samþykkti á fundi sínum þann 1. desember 2022 fyrir sitt leyti viðauka 4 og viðauka 5 með 3 samhljóða atkvæðum og lagði til við sveitarstjórn að hann yrði samþykktur. Ég tjá sig þetta mál, þennan lið. Þá hérna komin tillaga af bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðauka 4 og viðauka 5. Þeir sem henni samþykkir vinsamlegast réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það liðið 3, fjárhagsáætlun 2023 til 2026, seinni umræða. Fjárhagsáætlun 2023 til 2026, lögð fram til seinni umræðu. Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, fer yfir helstu niðurstöður áætlunarinnar og kynnir greinargerð með fjárhagsáætlun. Anton Kári Halldórsson. Takk fyrir það, Oddviti. Já, það minnst sannur heiður að fá að fara yfir helstu forsendur og þessa fjárhagsáætlun okkar sem við erum að leggja hér fram. Og ég ætla að renna yfir bara svona það allra helsta og þá helstu liðir sem við erum að fjalla um. Við byrjum hér í almennum forsendum. Áhrif heimsfaraldursins COVID-19 á fjár- og rangóðings eystra hafa verið töluverð síðastliðin ár en verulega dró úr þeim áhrifum á árinu 2022. Ferðaþjónusta er stór atvinnugrein í sveitarfélaginu og sú atvinnugrein sem vaxið hefur hvað mest síðastliðin 10 árum. Ferðamönnum hefur aftur fjölgað og líklegt er árið 2023 nái heimsóknir erlendra ferðamanna sambærilegum hæðum og fyrir heimsfaraldur. Óvissa ríkir á mörgum mörkuðum vegna afleiðinga innrás Rússa í Úkraínu. Áhrif stríðsins hefur til dæmis leitt af sér miklar hækkanir á matvælum, raforku og olíu heim allan með tilheyrandi verðbólgu. Þróun verðbólgu á Íslandi er einn stærsti óvissuþátturinn í fjárhagsáætlun þessari. Verði verðbólga meiri en þjóðhagsspá gerir ráð fyrir kemur það til með að hafa mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins. Kjarasamningar margra starfsmanna sveitarfélagsins verða lausir á árinu 2023 og er það annar stór óvissuþáttur í gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið. Laun langstærsti einstaki kostnaðarliður sveitarfélaga og áhrif launahækkana því mikil. Almennt var lagt upp með að gæta í hvívetna aðhalds í rekstri sveitarfélagsins. Og þá aðeins varðandi tekjustofna, varðandi útsvar er veigamesti tekjustofn sveitarfélaga. Það dregið af launum launþega ásamt tekjuskatti ríkisins. Við áætlun útsvars Rangárþings eystra stuðst við áætlanir frá Hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga,
sem gefur út staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga. Gert ráð fyrir útsvarsstofn hækki 7,6% milli áranna 2022 og 2023. Kemur svo hækkun til vegna bæði fólksfjölgunar í sveitarfélaginu og hækkunar á tekjum einstaklinga. Útsvarsgreiðslur fyrir árið 2023 áætlaðar 1.233 milljónir króna í samanborið við 1.146 milljónir króna í útgönguspá ársins 2022. Á árinu 2023 gert ráð fyrir að eftirágreitt útsvar verði 96 milljónir króna til viðbótar til staðgreiðslu útsvars. Tekin hefur verið ákvörðun óbreytta útsvarsprósentu sveitarfélagsins og hún 14,52%. Fasteignagjöld. Fasteignaskattur þriðji stærsti tekjustofn sveitarfélagsins og lagður árlega á flestar fasteignir í sveitarfélaginu sem metnar eru fasteignamati, samkvæmt fasteignaskrá. Fasteignamat allra fasteigna endurmetið ár hvert og eru niðurstöðurnar kynntar í júnímánuði. Fasteignagjöld eru áætluð í álagningarkerfi fasteignagjalda sem á vegum Þjóðskrár Íslands. Fasteignamat Þjóðskrár Íslands fyrir árið 2023 var birt 31. maí 2022 og fasteigna- og landmat 2023 52.075 milljónir. Fasteignamatið fyrir árið 2022 var 44.342 milljónir og því hækkar fasteignamat fyrir árið 2023 17,4% á milli ára. Meðalhækkun fasteignamats á landsvísu var 20%. Hækkun fasteignamats töluvert meiri í þéttbýli en dreifbýli og til að jafna þá hækkun milli íbúa ákvað sveitarstjórn að halda óbreyttri álagningarprósentu fasteignaskatts en lækka á móti vatnsskatt og holræsagjald. Með þessum breytingum helst prósentuhækkun heildargjalda sem lögð á fasteignir í sveitarfélaginu öllu sem næst breytingu á neysluverðsvísitölu, kringum 10%. Samkvæmt fjárhagsáætlun lagt til að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði haldist óbreyttur á milli ára. Áætlað að tekjur af fasteignaskatti aukist ríflega 45 milljónir króna á milli ára. Til að mæta þeim hækkunum sem orðið hafa á fasteignamati ákvað sveitarstjórn eins og áður sagði að lækka gjaldskrá vatnsskatts úr 0,21% af fasteignamati í 0,18% og gjaldskrá holræsagjalds úr 0,23% af fasteignamati í 0,20%. Með þessari breytingu munu tekjur af vatnsgjaldi lækka 8,5 milljónir og tekjur af holræsagjaldi 6,2 milljónir. Aðeins varðandi sorpgjöld, töluverðar breytingar og stefnumótun hafa verið gerðar og eru framundan í málaflokknum vegna innleiðingar nýrra laga meðhöndlun úrgangs. Sveitarfélögum gert að innleiða nýtt verklag og gjaldskrár í sorpbyrðu í árslok út frá fyrirkomulaginu borgað þegar hent samkvæmt 2. málsgrein 23. greinar laga meðhöndlun úrgangs. Innheimta vegna söfnunar og annarra meðhöndlunar úrgangs taka breytingum með fyrrnefndri innleiðingu og aðalbreytingin að sá borgi sem mengar. Til að færast nær tilgangi laganna og raunkostnaði við sorpeyðingu heimilisúrgangs sorpeyðingagjald hækkað úr 22.894 krónum í 29.500 krónur. Einnig eru gerðar breytingar á sorphirðugjaldi til að uppfylla skilyrði laganna en nú býðst íbúum að fá stærri og minni einingar af sorptunnum við heimili eftir þörfum og greiða fyrir þær eftir umfangi. Grunneining íláta 240 lítra tunnur auk brúns íláts fyrir lífrænt hækkar úr 25.000 í 27.400. Aðeins varðandi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Samkvæmt lögum nr. 4 frá 1995 tekjustofn sveitarfélaga sjóðurinn einn þriggja meginstoða sveitarfélaga. Hann því ekki síður en útsvar og fasteignaskattur mikilvægur þáttur í fjármögnun sveitarsjóðs. Hlutverk jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga með framlögum úr sjóðnum á grundvelli ákvæði laga, reglugerða og vinnuregla sem settar eru starfsemi sjóðsins. Þá greiðir sjóðurinn framlag til samtaka sveitarfélaga, stofnana þeirra og annarra aðila í samræmi við ákvæði laga. Framlög til sveitarfélagsins skiptast í 4 flokka. Sérstök framlög, svo sem vegna sameiningar sveitarfélaga og fjárhagserfiðleika, jöfnunarframlög skiptist í tekjujöfnunarframlag og útgjaldajöfnunarframlag, jöfnunarframlag vegna reksturs grunnskóla og jöfnunarframlag vegna þjónustu við fatlaða. Tekjujöfnunarframlag ætlað að jafna tekjur sveitarfélaga, svo sem vegna fasteignagjalda, en útgjaldajöfnunarframlag ætlað að mæta mismunandi útgjöldum sveitarfélaga á grundvelli stærðarhagkvæmni og tekna þeirra.
Að teknu tilliti til þeirra þátta sem áhrif á útgjöld, svo sem íbúafjölda, fjarlægð innan sveitarfélaga, skólaaksturs úr dreifbýli og fleira. Takk fyrir oddviti, þú last hugsanir. Útgjaldajöfnunarframlag og framlag vegna fasteignaskatt hækkar töluvert á milli ára á meðan grunnskólaframlag lækkar. Í heild hækka framlög jöfnunarsjóðs 13,3% á milli ára. Varðandi laun. Laun eru langstærsti einstaki kostnaðarliður sveitarfélagsins. Launahækkanir samkvæmt launavísitölu hafa legið á bilinu 67% mörg undanfarin ár. Töluverð óvissa launahækkanir ársins 2023, þar sem að kjarasamningar margra starfsmanna sveitarfélagsins munu losna á árinu. Kjaraviðræður og uppboðssveit og því ómögulegt að vita hverjar niðurstöður nýrra samninga verða. Því erfitt að áætla hver raunverulegur launakostnaður verður árið 2023. Áætlunin tekur mið af spá Hagstofu Íslands þróun launavísitölu og gert ráð fyrir 5,5% meðaltals launahækkunum á árinu. Ekki gert ráð fyrir að fjölga starfsmönnum sveitarfélagsins á árinu. Áætlað að heildarlaunagreiðslur til starfsmanna verði 1.223 milljónir króna á árinu 2023. Það því 50% heildartekjum A-hluta launagreiðslu starfsmanna sveitarfélagsins. Varðandi almennar forsendur og gjaldskrár. Í áætlun 2023 gert ráð fyrir 1% fjölgun íbúa sem hóflega áætluð miðað við síðastliðið ár. Verðbólga hefur verið há þar sem af árið 2022 í kringum 10% og langt frá öllum spám. Spár fyrir 2023 gera áfram ráð fyrir verðbólgu en þó gert ráð fyrir að dragi verulega úr henni þegar líður á árið, en í þessari áætlun notast við þjóðhagsspá sem gerir ráð fyrir 5,6% verðbólgu árið 2023. Var miðað við þá spá við útreikninga skulda og afborgana í áætlun þessari. Miðað var við að almennar hækkanir á vöru og þjónustukaupum yrðu 7,5% og almennar gjaldskrárhækkanir sveitarfélagsins eru hækkaðar milli 5–10% eftir málaflokkum. Varðandi fjárfestingar. Bygging nýs leikskóla í fullum gangi þessar mundir, líkt og áður hefur komið fram, og miðar verkinu vel. Bygging nýs leikskóla eitt allra umfangsmesta og kostnaðarsamasta einstaka verkefni sem sveitarfélagið hefur lagt í. Gert ráð fyrir að verkefninu ljúki á árinu 2023, en í framkvæmdaáætlun gert ráð fyrir að 500 milljónir króna fari í byggingu nýs leikskóla á árinu. Rými fyrir aðra fjárfestingar á meðan að byggingu leikskóla stendur yfir takmarkaðar. Þó gert ráð fyrir áframhaldandi gatnagerð, gert ráð fyrir að hefja vinnu við 3. áfanga í Hallgerðartúni, gatnagerð við leikskóla, göngustíg í Hallgerðartúni og vinnu við hjólastíg milli Hvolsvallar og Hellu. Gert ráð fyrir 50 milljónum krónum í viðhald á Hvolsskóla og 7,5 milljón við tilfærslu og æfingasvæði fyrir fótbolta. Áætlunin í heild gerir ráð fyrir fjárfestingum að heildarupphæð 752.500.000 milljónir króna en 70 milljónir koma til lækkunar vegna gatnagerðargjalda og heildarupphæð ársins 2023 því 682.500.000. Ekki hægt að fara í svo stór verkefni eins og byggingu nýs leikskóla og fleiri framkvæmda án þess að taka lán fyrir fjárfestingunni. Gert ráð fyrir lántöku að upphæð 550 milljónum króna á árinu 2023 til að mæta kostnaði fjárfestingar en 132,5 milljónir verða fjármagnaðar með eigið fé. Gert ráð fyrir að lán verði tekið hjá Lánasjóði íslenskra sveitarfélaga. Og nú varðandi einstaka liði. Fyrst það félagsmál. Félagsþjónusta sveitarfélagsins rekin í byggðasamlagi með sveitarfélögum í Rangárvalli og Skaftafellssýslu. Fjárheimildir til byggðasamlagsins aukast töluvert milli ára. Framlög til málaflokksins í heild sinni hækka 6,7% og kemur svo hækkun fyrst og fremst til vegna fjölgunar þjónustuþega og bættra þjónustu. Málefni við fatlaða rekin í Bergrissanum, byggðasamlagi sem rekið með öllum sveitarfélögum á Suðurlandi. Fjárframlög til Bergrissans hafa hækkað gríðarlega mikið síðastliðin ár og stærri hluti lent á sveitarfélaginu eftir að málefni fatlaðra var fært frá ríki til sveitarfélaga. Loks hefur dregið úr þessum hækkunum og framlög til Bergrissans lækkum 20% á milli ára, eða 11 milljónir. Á móti hækkuðu framlög sveitarfélagsins til þess hluta málefna fatlaðra sem heyra beint undir sveitarfélagið sambærilega upphæð. Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins áfram gert ráð fyrir að reka viss vinnustað fyrir tilstilli Bergrissans. En þetta 3. árið í rekstri viss. Áfram gert ráð fyrir hálfstaðs opnun vinnustaðarins, en í ljós hefur komið mikil þörf fyrir slíkan vinnustað í sveitarfélaginu og vonir standa til að hægt verði að reka heildagsvinnustað í framtíðinni.
Fræðslu- og uppeldismál eru langstærsti einstaki málaflokkur sveitarfélagsins, en 51% útgjalda af hluta sveitarfélagsins fara beint í málaflokkin. Fjárheimildir til málaflokksins í heild hækka 6,5% milli ára, en samtals eru það rétt 1,2 milljarður króna. Framlög til leik- og grunnskóla haldast í takt við launahækkanir og almenna þróun verðlags eða 6,5%. Töluverð óvissa ríkir hver rekstrarkostnaður á nýjum leikskóla kemur til með að vera. Líklegt að fastur rekstrarkostnaður húsnæðis seinni hluta árs eftir að flutt verði inn gæti orðið hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Skólaþjónusta sveitarfélagsins er rekin í byggðasamlagi með félagsþjónustu. Framlög til skólaþjónustu hækkun 6,5% á milli ára. Framlög til tónlistarskóla Rangæinga hækkun 2% milli ára, en milli áranna 2021 og 2022 var hækkunin 20% sem skýrir hvers vegna hækkun ársins er lægri en verðlagsþróun. Heildarfjárheimildir til menningarmála hækkun 9% á milli ára, en heildarfjármagn til málaflokksins er 176 milljónir. Veigamestu liður í málaflokknum er rekstur héraðsbókasafns, héraðsskjalasafns og rekstur þeirra 6 félagsheimila sem eigu sveitarfélagsins. Menningarsjóður sveitarfélagsins sem stofnaður var árið 2019 er festur í sessi og fær til úthlutunar 2,5 milljónir króna og gert ráð fyrir úthlutun úr sjóðnum tvisvar á ári. Gert ráð fyrir kostnaði vegna viðburða og hátíðahalda, til dæmis 17. júní og kjötsúpuhátíð. Fjárheimildir til æskulýðs- og íþróttamála hækkun 15% á milli ára, en framlög til æskulýðs- og íþróttamála nema 230 milljónum króna. Áfram er lögð áhersla á málefni ungra íbúa í samfélaginu með eflingu ungmennaráðs og styrkjum til þeirra íþróttafélaga sem reka ungliðastarf í sveitarfélaginu. Áfram er gert ráð fyrir styrkveitingum úr íþrótt- og afrekssjóði sveitarfélagsins, auk þess lögð rík áhersla á almenna lýðheilsu, en sveitarfélagið mun halda áfram innleiðingu heilsueflandi samfélags. Fé til rekstrar íþróttamiðstöðvar er aukið á milli ára, auk þess sem gert ráð fyrir að lengja helgaropnun íþróttamiðstöðvar og sundlaugar yfir vetrartímann. Einnig er gert ráð fyrir tækjakaupum til líkamsræktar og framlög til almenns viðhalds á eigum íþróttamiðstöðvarinnar haldast óbreytt á milli ára. Gert ráð fyrir fjárfestingum upp að 7,5 milljónir vegna færslu á fótboltaæfingavelli, en núverandi æfingavöllur mun að hluta til lenda undir lóðir nýja leikskólans. Fjárheimildir til brunavarna hafa hækkað verulega undanfarin ár. Nú hefur dregið úr þessum hækkunum, en gert ráð fyrir 5% hækkun á milli ára í framlögum til reksturs slökkviliðs. Í áætluninni er gert ráð fyrir eflingu slökkviliðs, slökkvistjóri í 100% starfshlutfalli, en hann var áður í 30% hlutfalli og búinn að kaupa næstu 5 árin í samræmi við nýsamþykkta brunavarnar áætlun. Sorphreinsun og sorpeyðing og rekstur gámastöðva fer fram í gegnum byggðasamlagi Sorpstöð Rangárvallasýslu eins og áður kom fram. Fjárheimildir til málaflokksins lækka milli ára annað árið í röð og hafa með því verið stigin augljós skref í átt að því að uppfylla ný lög um meðhöndlun og urðun úrgangs sem taka gildi áramótin 2022 til 2023. Eitt af markmiðum laganna er að festa í sessi hringrásarhagkerfið borga þegar hentar og hefur yfirskrift laganna og miðar að því að sá sem á úrganginn greiði fyrir hann en ekki sé greiddur flatur urðunarskattur eða urðun úrgangs sé niðurgreidd af sveitarfélögum. Sveitarfélagið innheimtir sorphirðu og eyðingargjöld sem standa eiga undir málaflokknum, en í ár greiðir sveitarfélagið sem samsvarar 24,5 milljónum með málaflokk. Fjárheimildir í málaflokki skipulagsfulltrúa í heild hækka 2% á milli ára. Kostnaður við skipulagsnefnd mun hækka töluvert á milli ára þar sem nú er gert ráð fyrir að nefndin fundi 2 á mánuði í stað einu sinni eins og verið hefur. Einnig hækka framlög til embættis skipulags- og byggingarfulltrúa í takt við verðlag. Áfram er gert ráð fyrir kostnaði fornleifaskráningu, skráningu lóða innan þjóðlendna, deiliskipulag og fasteignamat. Vinna við aðalskipulag er að ljúka og því er ekki gert ráð fyrir kostnaði vegna þessa árinu 2023 sem skýrir hvers vegna málaflokkurinn í heild hækkar minna en verðlagsþróun. Varðandi umferðar- og samgöngumál, fjárheimildir til málaflokksins hækka 8% á milli ára. Líkt og í áætlun ársins 2022 er gert ráð fyrir kostnaði við viðhald og endurnýjun götulýsingar, en Rarik afhenti sveitarfélaginu verkefnið í lok árs 2021. Gert ráð fyrir 16 milljónum í sérstakt átak til að bæta og lagfæra göngustíga og gangstéttar í sveitarfélaginu. Er þetta byrjunin á stærra verkefni sem halda áfram með næstu árin. Fjárheimildir til umhverfismála standa í stað á milli ára. Áfram verður gert ráð fyrir kostnaði við fegrun sveitarfélagsins, bæði þéttbýli og dreifbýli, styrkjum til landgræðslu og umhirðu garna. Starf umhverfisstjóra hefur verið fest í sessi og fellur það undir málaflokkin. Gert ráð fyrir 5 milljónir króna kostnaði við refa og minkaveiðar.
Framlög til atvinnumála hækka 37% eða 7,5 milljónir milli ára. Munar þar mest kostnað við viðhald og uppbyggingu á ferðamannastöðum í sveitarfélögum, en hækka framlög til þeirra deildar 6,7 milljónir. Margir vinsælir ferðamannastaðir eru í sveitarfélaginu og mikilvægt að halda þeim við. Varðandi sameiginlegan kostnað, gert ráð fyrir að framlög til sameiginlegs kostnaðar lækki rúmlega 2% milli ára. Stærsta skýringin á lægri framlögum til málaflokksins er að ekki þarf að gera ráð fyrir fjármagni vegna sveitarstjórnarkosninga og 6 milljóna króna lægri launakostnað vegna reksturs skrifstofu. Áfram er gert ráð fyrir kostnaði vegna samninga við Auðnast e.h.f. Velferð starfsfólks, vegna sameiginlegs starfsmannakostnaðar sveitarfélagsins og 10 milljónir til Kötlu Geopark, innleiðing barnvæns samfélag, héraðsnefndar og markaðsmála. Og þá þessu svona að ljúka og rétt aðeins bara loka orð. Almennt mun aðhalds gæti í rekstri sveitarfélagsins á árinu 2023. Enn töluverð óvissa efnahag landsins og langtímaáhrifum heimsfaraldursins. Þær miklu fjárfestingar sem liggja í áætluninni vegna byggingu nýs leikskóla hafa einnig mikil áhrif á ekki stærra sveitarfélag og því mikilvægt að gæta aðhalds og eftirfylgni með fjárhagsáætlun. Að lokum vil ég bara persónulega þakka allri sveitarstjórn fyrir frábæra vinnu í fjárhagsáætlunargerð og öllum starfsmönnum og þeim sem hafa að henni komið, og hér hún lögð fram til seinni umræðu. Og já, takk fyrir mig. Takk fyrir, Anton Kári. Heljarinnar lesning. Eitthvað sem við taka til máls. Gjör svo vel, Bjarki. Háttvirti fundarmenn og aðrir áheyrendur. Ég fagna því að fram er komin fjárhagsáætlun ársins 2023 til 2026. Það ekki margir íbúar kannski sem kynna sér þetta grundvallarplagg sveitarfélagsins og skal engan undra. Það frekar torskilið og hefur tekið töluverðan tíma fyrir mig og ég hef þurft aðstoð mér færara fólks við að skilja helstu þætti og hvað felst raunverulega í henni. Hugtök og aðrar stærðir sem leikmenn ekki að fást við frá degi til dags. Ég hvet því íbúa til að kynna sér greinargerðina sem fylgir fjárhagsáætluninni, en þar farið yfir helstu niðurstöður á mannamáli. Ég vil taka undir með Antoni Kára og þakka öllum sveitarstjórnarmönnum og starfsmönnum sem komið hafa að áætlunargerð þessa árs. Það hafa sjálfsögðu ekki alltaf verið einhugur öll mál, en til þess að taka vandaðar ákvarðanir þá þurfum við að fá sem flest sjónarmið upp á borðið. Sérstakar þakkir vil ég senda til starfsmanna sveitarfélagsins eins og ég greindi áðan. Lykiltölur og rekstri gera ráð fyrir að sveitarfélagið muni standa undir skuldbindingum sínum næsta ári, en þó ber að geta þess að sveitarfélagið hefur ekki bolmagn til að fara í fjárfrekar framkvæmdir miðað við niðurstöðu áætlunar. Þannig gerir áætlunin ráð fyrir að veltufjárhlutfall verði rétt yfir 1 sem segir okkur að samstæðan standi undir skammtíma skuldbindingum miðað við áætlun en ekki má mikið út að bregða. Það ljóst að í vaxandi samfélagi sem á að vera samkeppnishæft þarf að auka tekjur og til að geta ráðist í frekari uppbyggingu á þjónustu og innviðum. Til þess þarf að setja skýra stefnu aukna tekjuöflun og þurfum við tekjur af framkvæmdum því að standa undir kostnaði við uppbyggingu. Sveitarfélög geta staðið ágætlega án þess að hafa svakalega miklar tekjur, en þá getum við ekki ráðist í miklar framkvæmdir. Eftir situr samfélag sem ekki eftirsóknarvert að búa í, og það ekki sú framtíðarsýn sem ég hef fyrir samfélagið okkar. Fjárhagsáætlunin grundvallarplagg í starfi sveitarfélagsins. Þar koma fram þær fjárheimildir sem veittar eru til reksturs og fjárfestingar sveitarfélagsins í heild. Ekki bara fyrir næsta ár, heldur næstu 3 ár. Með fjárhagsáætlun stefna sveitarfélagsins mótuð og því fá engin verkefni framgang nema fjármagn sé ætlað til þeirra í áætluninni. Vönduð áætlunargerð því að því sögðu forsenda þess að móta megi framtíðarstefnu sveitarfélagsins. Nú var ég að koma minni fyrstu fjárhagsáætlunargerð og því margt nýtt sem kemur mér fyrir sjónir. Ég sakna þess
að vinna við fjárhagsáætlun hafi ekki byrjað fyrr. Fyrsti fundur sveitarstjórnar var ekki fyrir seinnipart nóvembermánaðar og því skal engan undra að við höfum ekki komist nema til þess að gera nákvæma áætlun fyrir næsta ár. Þeir sem rýna áætlunina geta séð að í fjárfestingarhlutanum að við erum að áætla fyrir næsta ár en erum ekki að taka nógu mikið mið af næstu árum á eftir. Við eigum að vera að móta stefnu. Hvert erum við að stefna sem sveitarfélag? Hvernig ætlum við að fá tekjur? Hvernig verða útgjöldin til næstu ára? Hvernig ætlum við að ráðstafa þessum tekjum til næstu ára? Ekki bara frá ári til árs. Mér langar því til að hvetja samstarfsfólk mitt hér í sveitarstjórn til þess að hefja vinnu við fjárhagsáætlun gerð fyrr á næsta ári og við í sameiningu mótum raunverulega stefnu sveitarfélagsins til nokkurra ára til þess að viðhalda innviðum samfélagsins og byggja upp samfélag sem virkilega eftirsóknarvert að búa í. Því það væri virkilega sorglegt ef öll fjárfestingargetan okkar færi í innviðaskuldir. Því ef við hlúum ekki innviðunum með vandaðri áætlun nokkur ár fram í tímann, þá getur farið fyrir okkur eins og sveitarfélögum sem hafa verið að lenda í að skólar og leikskólar eru að detta úr leik og við verðum að tryggja að það gerist ekki hjá okkur þó að vissulega séum við ekkert undanskilin á öllu leyti. Sveitarfélög og við erum ekki undanskilin því, segi ég. Nú er ég búinn að týna hvar ég var. Ég vil ítreka þakkir mínar til samstarfsfólks míns í sveitarstjórn. Ég er stoltur af niðurstöðunni fyrir næsta ár. Hún kom mér í rauninni á óvart með við þá stóru fjárfestingu sem leikskólinn er. En við getum gert betur og við ættum að stefna því að móta stefnu til næstu ára í næstu áætlunum fyrir Rangárþing eystra og gera þetta sveitarfélag að virkilega samkeppnishæfum búsetukosti fyrir fólk á öllum aldri. Takk. Þetta Bjarki. Já, áætlun 2023 gerir ráð fyrir fjárfestingum að heildarupphæð 682.500.000 krónur. Áætlaðar heildartekjur Rangárþings eystra 2023, það er aðalsjóðs A B-hluta, nema alls 2.618.000.000 króna. Heildarútgjöld án fjármagnsliða eru áætluð 2.281.000.000 króna. Reiknaðar afskriftir 158 milljónir króna, veltufé frá rekstri 318 milljónir króna. Niðurstaða ársins 2023 án fjármagnsliða er áætluð 179 milljónir króna, rekstrarniðurstaða 2023 jákvæð 52,9 milljónir króna. Í eignfærða fjárfestingu verður varið 682,5 milljónir króna, afborgun lána 113 milljónir króna, tekin í langtímalán 550 milljónir króna, skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 2.368 milljónir króna, eigið fé er áætlað í árslok 2.294 milljónir króna. Og sveitarstjórn vill koma á framfæri þakklæti til fjármálastjóra, forstöðumanna stofnana sveitarfélagsins, auk annarra starfsmanna sem komu að gerð áætlunarinnar. Og þá er það bókunin Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 til 2026. Þeir sem að henni er samþykkir vinsamlegast rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. lið sem er álagning. Já, vilt þú taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu, ég sagði þig. Já, allt í góðu.
Takk fyrir oddviti. Við ætlum í minnihlutanum að fá að hnýta við smá bókun við þarna fjárhagsáætlunina. Og ég veit ekki hvort að þú vilt að ég lesa hana eða hvort að þú viljið lesa hana, Sigga? Þá breyta bókun? Nei, bara vildum hnýta við. Já, þessu. Takk. Fulltrúar B-lista vilja þakka meirihluta sveitarstjórnar og þeim starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir samstarfið við gerð fjárhagsáætlunar. Vinna við gerð áætlunar 2023 gekk vel á skömmum tíma. Fulltrúar B-lista vilja þú hvetja meirihluta til að hefjast fyrirhanda við gerð næstu fjárhagsáætlunar til þess að stuðla betur að vandaðri áætlun fyrir öll árin sem áætlunin tekur til. Með því móti verður til stefnumótun sem nauðsynleg með uppbyggingu, sjálfbærni og framtíðarhorfur sveitarfélagsins að leiðarljósi. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Þess verður að laga til eitthvað. Komið. Ok, herðu. Þá erum við komin að fjórða lið, sem álagning fasteignagjalda 2023, lagðar fram til samþykktar tillaga að álagningu fasteignaskatta 2022. Einhver sem vill taka til máls við þetta, þá tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu að álagningu fasteignaskatta 2023. Rétt upp hönd sem þessu samþykkt. Það samþykkt samhljóða. Ok. Allt í góðu? Allt komið. Erum við þá tilbúin að fara í 5. lið? Ok. Það gjaldskrá fráveitu 2023. Lögð fram tillaga að gjaldskrá fráveitu 2023. Það vil leggja til máls á þessum lið. Ef ekki, þá tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fráveitu 2023. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það liður 6. Gjaldskrá vatnsveita 2023. Lögð fram tillaga gjaldskrá vatnsveitu 2023. Leggja til máls. Þá förum við beint í bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá vatnsveitu 2023. Vinsamlegast rétt upp hönd sem eru samþykkir. Það samþykkt samhljóða. 7. liður gjaldskrá skógarveitna 2023. Lögð fram gjaldskrá fyrir skógarveitu 2023. Förum við bara beint í bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá skógarveitu 2023. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá það liður 8 fyrir ég var hratt. Nei, allt í góðu. Ok. Gjaldskrá sorpstöð Rangárvallasýslu árið 2023. Lögð fram tillaga að gjaldskrá sorpstöðvar Rangárvallasýslu árið 2023. Tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirgefðu. Bjarki, vilt þú taka til máls? Gjörðu svo vel. Takk oddviti. Ég fór upp undir gjaldskrá
sorpstöðvarinnar. Þetta er náttúrulega byggðarsamlag sem hefur samþykkt væntanlega gjaldskrá hjá sér. Kannski bara ekki vera mjög langorður varðandi gjaldskrána en ég sé að það er þarna innheimt skal sorpeyðingagjald 29.500 á öll húsnæði í Rangárvallasýslu. Það virðist vera óháð stærð sorpíláta. Þannig að þeir sem eru þarna að henda minna eða eru með minni ílát og með minni þá sorpeyðingu að greiða sama. Það er svona kannski það sem ég stingur í stúf og ég hefði gjarnan viljað sjá meiri ívilnun til þeirra sem væri að taka minni ílátin. Það er ekki svo mikill munur þarna á milli íláta, ekki þó nema þessar allra stærstu. Ekki að ég ætla að setja mig upp á móti þessari áætlun, en ég vildi koma þessu að. Ég hefði gjarnan viljað sjá okkur ganga lengra í þessum málaflokki. Takk. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk Óditi, ég ætla nú bara að taka undir með Bjarka sko. Þetta er það sem koma skal með þessum breytingum á lögum og reglum að okkur er gert að borga í rauninni eins og við notum og eins og við þurfum að farga. Og ég held að á næsta ári og eftir að læra ýmislegt, við erum þó komin ansi langt með mörg önnur sveitarfélög hér í þessu fína samlagi okkar, sem sagt varðandi flokkun og varðandi þá farvegi, og alltaf ánægilegt þegar í rauninni eins og staðurinn okkar á Strönd er að finna nýja farvegi til þess að auka verðmæti sorpsins okkar, eða þetta er náttúrulega ekkert annað en verðmæti, en þarna er þetta, fólk hættir svolítið náttúrulega til þess að misskilja sko, því að þetta er tvenns konar gjald. Annars er þetta sorphirðugjald, þar sem þú greiðir náttúrulega fyrir ílátin þín, og jú, vissulega ég er sammála því að það er alveg hægt að hafa meiri hvata og væntanlega á það að verða þannig í framtíðina, því að þetta er allt verðmæti að þú fengir í rauninni greitt fyrir tunnuna þína, eða sem sagt þú kemur út á núlli. En svo erum við með sorpeyðingagjöldin, þessi 29.500 sem leggjast á allar eignir, líka frístundahús og annað, og er þá þessi sameiginlegi kostnaður við reksturinn á Strönd, við sorp og móttökustöðvar og annað slíkt. Þannig að þetta er í rauninni, þetta eru tveir aðskildir þættir. Þannig að við verðum alltaf verður alltaf í einhverju föstu flötugjaldi, en ég tek bara undir, við þurfum að hugsa fram í tímann til þess að búa til meiri hvata. Af því að þá í rauninni verður allt betra, það minnkar sorpið okkar og við aukum verðmæti. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Nú er 80 orðin alveg ruglaður, vorum við búin að samþykkja þennan liður eða ekki? Nei. Þá skulum við fara í bókun Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá sorpstöðvar Rangárvallasýslu árið 2023. Þeir sem henni samþykkir rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 9. liður gjaldskrá byggingafulltrúa 2022, lögð fram tillaga að gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2023. Það á sem sagt að vera 2023. Förum í bókun Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2023. Þeir sem henni samþykk vinsamlegast rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 10. liður gjaldskrá fyrir félagsheimili 2023, lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir félagsheimili 2023. Og förum við beint í bókun Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá félagsheimila 2023. Þeir sem henni samþykk rétti upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 11 gjaldskrá fjallskálar 2023. Lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir fjallaskála 2023. Þá förum við til bókar Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir fjallaskála 2023. Þeir sem henni samþykk vinsamlegast rétti upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 12 gjaldskrá fyrir kattahald. Lögð fram tillaga gjaldskrá fyrir kattahald 2023.
Þá það bókunin sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir kattahald 2023. Þeir sem henni samþykk vinsamlegast rétt við pönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það liðið 13, gjaldskrá hundahald 2023. Lögð fram tillaga gjaldskrá fyrir hundahald 2023. Og við bókun sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir hundahald 2023. Þeir sem henni samþykk vinsamlegast rétt við pönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það liðið 14, gjaldskrá leikskóla 2023. Lögð fram tillaga gjaldskrá fyrir leikskóla 2023. Bjarki, gjör svo vel. Forseti, fundarmenn, aðrir áheyrendur, langaði að koma hérna upp undir gjaldskrá leikskólans. Hún var svo sem tekin fyrir á vinnufundum áður en að þarna gjaldskrárnar eru lagðar fram. Hún gerir ráð fyrir hækkun taki en fer þó ekki alveg upp í þarna vísitöluhækkun. En það vissulega bjargföst trú mín að sveitarfélagið þurfi að sækja auknar tekjur til reksturs. En ég hef talað fyrir því að þær tekjur eru sóttar í vasa annarra en ungs fólks sem eru oft á tíðum með þungheimili í rekstri og eru að reyna að koma undir sem fótunum í lífinu. Á sama tíma þessar fjölskyldur að skapa minningar og upplifanir með börnunum sínum. Ég bauð mig fram til þess að vera málsvari fyrir ungt fólk, barnafjölskyldur. Ég fékk til þess traust og ég ætla að standa undir því trausti og því harma ég að lendingin sé að við hækkum gjaldskrána enn einu sinni fyrir leikskólagjöld. Á meðan erum við búin að fara í þætti sem að hafa haft í för með sér kostnaðarauka eins og fjölgun í nefndum og þess áttar breytingar sem ég hefði talið að ætti að vega á móti hækkun. Við erum að kaupa sérfræðiþjónustu meira en við höfum gert. Þannig að já, það mín trú að við hefðum átt að reyna að halda verulega aftur af hækkunum á þennan málaflokk því að þarna viðkvæmur hópur íbúa okkar og sem að má hugsanlega og líklega ekki við í að taka við þessum hækkunum ofan á aðrar hækkanir sem eru að verða í samfélaginu. Ég er því mótfallinn að taka slíkar ákvarðanir út frá fjölskyldum leikskólabarna. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Við höfum fleiri taka til máls undir þessum lið. Ef svo ekki, þá förum við til bókunar. Lögð fram tillaga gjaldskrá fyrir leikskóla. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fyrir leikskóla 2023. Þeir sem henni samþykkir vinsamlegast rétt við pönd. Þeir sem eru á móti, rétt við pönd. Þeir sem sitja hjá. Og það samþykkt með 5 atkvæðum og 2 sitja hjá. 15. liður gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolsskóla 2023. Lögð fram gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolsskóla 2023. Já, aðeins yngra. Komið? Já. Gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolsskóla árið 2023. Lögð fram gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolsskóla 2023.
Þá er tillaga bókun sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá og reglur fyrir mötuneyti Hvolsskóla 2023. Þeir sem henni eru samþykkir vinsamlegast réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er liður 16. Gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2023. Lögð fram gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2023. Bókun sveitarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2023. Þeir sem henni samþykkir vinsamlegast réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 17. Gjaldskrá Íþróttamiðstöð 2023. Guðrý, gjörðu svo vel. Góðan daginn, fundarmenn. Mér skilst, þó ég hef ekki setið þessu vinnufundi, þá skilst mér að sé ósamræmi í því skjali sem við erum núna með því framlokkur og á milli þess og umræður sem áttu sér stað vinnufundum varðandi verð á til dæmis leigu íþróttasal fyrir afmæli svoleiðis. Eins væri spurning hvort það væri ekki sniðugt að miða við svona afmælishöld, miða það bara við 1/3 íþróttahússins, þannig það væri hægt þá fyrir aðrir að koma þá inn og nota að mér skilst sé bara mjög mikið aðsókn helgar í vegstæðir þess að afmæli í gangi. Já, það var svona aðalega það annað líka varandi okkur finnst það kannski svolítið skringilega orðað sundleikt út í samráði við forstöðumann, ekki hægt að hafa það eitthvað skorðir á það. Já, takk. Takk fyrir Guðrý. Arnór Kári, gjörðu svo vel. Og það er rétt, það var missami í útsendu gagni sem var svo svarað eftir ábendingu frá minnihlutanum að það var bara rétt, það var átt að vera þarna 15.000 krónur í stað 10.000 krónur, þannig að það hefur verið leiðrétt í núverandi skjali. Það hefur bara ekki náðst inn. Varðandi, ég bara kalla eftir varðandi úti og sundlaug, ég kalla þá eftir bara í rauninni, eru þið með einhverja tillögu? Viljið þið taka út á í rauninni þessa grein í heild eða eru þið með tillögu á breyttu orðalagi? Takk. Takk fyrir Arnór Kári. Við skulum taka bara smá fundarhlé, komum eftir smá stund.
Jæja, þá höldum við áfram. Við vorum komin í 17. lið, gjaldskrá Íþróttamiðstöð 2023 og tillaga bókun að sveitarstjórn samþykkir að fresta ákvörðun gjaldskrá fyrir Íþróttamiðstöð að svo stöddu. Þeir sem henni er samþykk, réttu upp hönd, hún er samþykkt samhljóða. Þá það 18. liður, Íþrótta- og afrekssjóður Rangárþings eystra. Á 53. fundi heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefndar var reglugerð Íþrótta- og afrekssjóð Rangárþings eystra endurskoðaðar. Einnig voru vinnureglur sjóðsins endurskoðaðar. Heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefnd leggur til þá breytingu að aðeins verði úthlutað einu sinni á ári úr sjóðnum og skulu umsækjendur skila inn umsókn fyrir 1. desember hvert ár og umsóknarferli verður rafrænt á heimasíðu Rangárþings eystra. Einhver sem vil taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Oddviti. Herðu, ég fór yfir gögnin og ég á nú sæti í heilsu og æskulýðsnefnd. Gögnin eru ekki í samræmi við það sem að fór fram. Það virðist vera þarna bara upphaflegu gögnin eru inni en ekki það sem að breytt hefur verið. Auk þess fundaði nefndin í gær þar sem að kom inn í rauninni óskum endurskoðun á styrkveitingu frá því seinustu úthlutun sem var í október. Þannig að í því ljósi þá legg ég til að við vísum bara þessu inn í nefndina aftur til frekari endurskoðunar áður en að við afgreiðum þetta því að í fyrsta lagi eru gögnin ekki í samræmi við það sem var rætt á fundinum og í öðru lagi þá held ég að reglurnar þurfi frekari endurskoðun. Takk. Þetta Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk Oddviti. Já, ég gerði mér hreinlega bara ekki grein fyrir því að það væri eitthvað uppfærsskjal. Ég held í rauninni að eina breytingin væri bara að það yrði úthlutað einu svona ári og því væri í rauninni ekki búið að setja það inn í uppfært skjal. En ég tek bara undir, þetta er bara mál heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefndar og þeir komu þá til okkar réttu skjali til samþykktar. Tek undir það sem Bjarki lagði til og við bara þá annaðhvort frestum þessari afgreiðslu eða vísum henni til heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefndar. Takk fyrir Anton Kári. Erum við þá samþykkt því að við vísum þessu aftur til Íþrótta- og æskulýðsnefndar aftur? Nei, ekki bara fresta. Að fresta? Nei, bara fresta. Já, gjörðu svo vel, Bjarki. Takk Oddviti. Ég held að það sé hreinlegast að við vísum bara reglunum bara til endurskoðunar í heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefnd. Þrátt fyrir að þær séu nýlega búnar í endurskoðun þá bara hafa og kom fram í rauninni á fundi í gær svo niðurstaða að hugsanlega þarf að endurskoða reglunar og taka það bara aðeins frekar fyrir og ég held að sé bara hreinlegast að við vísum þeim bara til endurskoðunar eða frekari endurskoðunar í nefndinni áður en að við samþykkjum þær. Takk. Takk fyrir Bjarki, þá sýnist mér að við séum komin til að bókun. Getur þú stækkað? Ég get kannski klóra mig fram á þessu. Sveitarstjórn vísar endurskoðun á úthlutun Íþrótta- og afrekssjóð Rangárþings eystra aftur til heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefndar. Sveitarstjórn vísar endurskoðun á úthlutunarreglum Íþrótta- og afrekssjóðs Rangárþings eystra aftur til heilsu Íþrótta- og æskulýðsnefndar. Þeir sem eru samþykkir því réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. lið sem er erindisbréf nefndar 2022.
Erindisbréf nefnda fyrir kjörtímabili 2022 til 2026 lögð fram til samþykktar. Er einhver sem vil taka til máls? Gjörðu svo vel, Anton Kári. Takk fyrir það, Áttundi. Ég er bara mjög ánægður með að erindisbréfin séu loksins komin hérna til samþykktar fyrir sveitarstjórn og auðvitað hefur þetta bara tekið talsverðan tíma, þessi yfirferð og smíði þessara erindisbréfa, en ég held að þau séu í rauninni svona komin svo gott sem í loka útfærslu, en ég vildi kannski líka bara minnast á að því að svo fer náttúrulega að fara erindisbréf núna fyrir nefndirnar líka til kynningar og það getur vel verið að það komi einhverjar athugasemdir og einhverjar tillögur úrbætur sem við munum þá skoða, en þetta á alltaf vera sem sagt orðið samræmt og yfirfarið. Og ég verð að viðurkenna að ég breytti einu þarna í markaðs- og menningarnefndinni, ég breytti heitinu á skjalinu, þetta heitir markaðs- og menningarnefnd samkvæmt samþykktunum okkar og þannig að ég leiðrétti það heiti, að öðru leyti er þetta óbreytt. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Fleiri sem vilja taka til máls? Guðri, gjörðu svo vel. Já, mikið fagnaðarefni að erindisbréfum séu svona á lokametrunum. Það var eitt sem við vorum aðeins að velta fyrir okkur varðandi samræmi milli nefnda og kannski hlutverk nefnda í fjárhagsáætlunargerð. Að því nú er náttúrulega væntanlega ósk okkar allra að fá svo flesta með í fjárhagsáætlunargerð næstu árin og í erindisbréfi Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar, þar er talað að leita til nefndarinnar varðandi fjárfestingaráætlun. Væri kannski eitthvað gaman að fá þetta inn í erindisbréf allra nefnda að þær taki þátt í fjárhagsáætlunargerð á sínu sviði, annarkvort með því bara koma með ályktun eða eitthvað í þeim dúr. Það er kannski bara meira vangaveltur frá okkur. Takk. Takk fyrir þetta, Guðri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Áttundi, og takk fyrir þessa ábendingu, Guðri. Ég get alveg tekið undir hana að mörgu leyti. Ég hugsa svo sem, mín tilfinning er svo að þetta eigi ekki að vera eitt af skilyrt verkefnum nefndana, því að náttúrulega auðvitað er verksvið nefndana mismunandi með hvaða mál þau eru að sýsla. Þetta er sett þarna inn í samráði við KPMG þar sem Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd náttúrulega starfsmaður nefndarinnar Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi sem jafnframt forstöðumaður íþrótta- og mannvirkja. Upp á að bera undir nefndina eins og þið vitið að það hefur verið talsverð uppbygging hjá okkur í íþróttamannvirkjum í gegnum árin og væntanlega á komandi tímum líka. Þannig að mér finnst þetta sérstaklega eiga heima þarna og þarna þetta í rauninni heldur ekki beint framkvæmdaáætlun borin undir nefndina heldur þetta þá í rauninni forstöðumanns að kynna og óska eftir áliti nefndarinnar ef það einhverjar framkvæmdir sem standa fyrir dyrum. En já, mér finnst hún sniðuð á því leyti, ég veit ekki alveg hvort þessi grein ætti erindi inn í alla nefndir, en bara fínt að varpa þessu upp og taka umræðu það. Þetta, Anton Kári. Já, Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, ég er svo lítill. Takk, mér langaði, Oddviti, takk fyrir, mér langaði að koma hérna undir þessum lið og taka þátt í þessari umræðu. Ég get tekið undir með Guðri og ég get líka tekið undir með Kára. Hugsanlega að þetta geta verið á þetta ekki að fastsetja nefndirnar með því að vera í einhverju fjárhagsvinnu. En í ákvæðinu er talað að þessi rauninni borin undir þau og þeir getur komið ábendingar til starfsmannsins fyrir fjárhagsáætlunarvinnu og mér finnst þetta sniðugt. Þetta er í rauninni verkfæri sem nefndin getur nýtt til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri fyrir fjárhagsáætlunarvinnuna og auðvitað á þetta heima í öllum nefndum, hvort sem það er í markaðs- og menningarnefnd þar sem menningarsjóðurinn á heima og skipulags- og umhverfisnefnd þar sem
að í rauninni byggingamálin, skipulagsmálin og umferðarmálin eru skólinn, viðhald og annað. Mér finnst eðlilegt og hefði ekkert á móti því að þetta kæmi inn í. Mér finnst það í rauninni bara sniðugt. Þetta kæmi inn í öll erindisbréf án þess að ég ætla að setja mig upp á móti afgreiðslu þeirra. Takk fyrir Bjarki, Anton Þórir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Áttundi. Ég legg í rauninni bara til að við tökum erindisbréfin fyrr núna og vonandi verða þau samþykkt, en við vísum bara þessari vinnu áfram og við metum þá í hverju tilfelli hverjar nefndar, bæði þá sveitarstjórn og nefndin, hvort það svona sambærilegt ákvæði. Við getum vantilega ekki alveg copy og paste það yfir, en sem sagt að þá bara gerum við breytingar á erindisbréfum og tökum það fyrir. Þau þurfum ekki nema eina umræðu í sveitarstjórn, þannig að við ættum að geta gert það fljótt og vel. Þannig að ég legg í rauninni til að við samþykkjum þessi erindisbréf eins og þau liggja fyrir núna, en endilega þá komum með tillögur að breytingum ef þurfa þykir. Takk fyrir Anton Kári. Þá skulum við sjá hvað við hérna á 19. liður. Þá tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir erindisbréf eftirfarandi nefnda og ráða: ungmennaráð, heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd, fjölskyldunefnd, skipulags- og umhverfisnefnd og markaðs- og menningarnefnd. Þeir sem eru hann í samþykkir vinsalast réttið upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá það liður 20. Ósk tímabundna lausn frá störfum í sveitarstjórn Rangárþings eystra. Lilja Einarsdóttir óskar eftir tímabundinni lausn frá störfum í sveitarstjórn Rangárþings eystra ásamt ráðum og nefndum til 1. janúar 2024 vegna annríkis í starfi og námi. Óskar Lilja eftir lausn samkvæmt 23. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra og 2. málsgrein og 30. grein sveitarstjórnarlaga 138 frá árinu 2011. Liggur taka til máls undir þessum lið. Þá skulum við bara lesa upp bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veita Lilju Einarsdóttur lausn frá störfum og þakkar kærlega fyrir hennar störf undanfarin ár í þágu sveitarfélagsins. Jafnframt býður sveitarstjórn Guðri Hylstað Ólafsson velkomna til starfa sem aðalfulltrúa í sveitarstjórn og óskar henni velfarnaðar í störfum. Þeir sem eru samþykkir. Já, vilt þú taka til máls? Ég veit ekki. Rafn, gjörðu svo vel. Oddviti, takk fyrir þetta. Ég ætlaði nú bara að gera smá athugasemd við bókunina. Að það stendur hérna að sveitarstjórn samþykkir að veita Lilju Einarsdóttur lausn frá störfum. Mér finnst kannski rétt að segja tímabundna lausn, þar sem hún ósk eftir tímabundnu leyfi. Það var ekki fleira, takk. Takk Rafn, alveg lögrétt hjá þér. Við bætum við tímabundna lausn frá störfum. Og þeir sem eru bókuninni samþykkir vinsalast réttið upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá það 21. liður, tillaga fulltrúa B-lista að breyttri nefndaskipan. Í ljósi þess að Lilja Einarsdóttir hefur óskað eftir tímabundinni lausn frá störfum sveitarstjórnar Rangárþings eystra ásamt nefndum og ráðum sem því hlutverki tilheyra, leggja fulltrúa B-lista til eftirfarandi tillögur að breytingum á nefndarskipan. Byggðarráð, aðalmaður verði Rafn Bergsson í stað Lilju Einarsdóttur. Varamaður verði Bjarki Oddsson í stað Rafns Bergssonar. Héraðsnefnd, aðalmaður verði Rafn Bergsson í stað Lilju Einarsdóttur. Varamaður verði Guðri Hylstað Ólafsson í stað Rafns Bergssonar. Og þá förum við bara í bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögur að breytingum á nefndarskipan. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Oddvita langar að gera smá fundarhlé.
Jæja, gott fólk. Þá er það 22. liður, það er deiliskipulag Miðeyjarhólmur. Er að ræða lýsingu af skipulagsverkefni á jörðinni Miðeyjarhólmur. Helstu markmið skipulagsins eru að afmarka byggingareiti fyrir íbúðarhús og landbúnaðarbyggingar ásamt heimreiðum að bæjarhúsum frá Hólmabæjarvegi og þjóðvegi 1. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Einhver sem vil leggja til máls við þennan lið? Ef ekki, þá förum við í bókun. Sveitarstjórn samþykkir framkomna skipulagslýsingu og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Þeir sem henni samþykkir vissulegast réttið bent. Það er samþykkt samhliða. 23. liður umsókn framkvæmdaleyfi Hamragarðar fjarskiptamastur. Íslandsturnar ehf. Óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á 12 metra fjarskiptamastri í landi Hamragarða samkvæmt meðfylgjandi uppdráttum. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti veitingu framkvæmdaleyfis á fundi sínum þann 18. október 2022. Sveitarstjórn frestaði afgreiðslu erindisins á fundi sínum þann 10. nóvember og óskaði eftir betri kynningu á málinu og hvort aðrar staðsetningar séu hentugri fyrir fjarskiptamastrið. Sú kynning fór fram þann 24. nóvember síðastliðinn. Einhver sem vill taka til máls við þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Gott viti. Hérna tökum fyrir erindi þetta ágæta mastur. Við höfum rætt þetta í samgönguumferðarnefnd, í skipulags- og umhverfisnefnd og þetta fékk hlust svo sem samþykki fyrir þessu þar. Síðan hafa komið ýmsar nýjar upplýsingar upp á borðið. Það sem að ég vil leggja áherslu á í þessu máli er að þarna erum að ræða framkvæmdaleyfi sem myndi heimila uppsetningu á mastri sem að þarna rétt við ég vil allavega meina eina fallegustu náttúruperlu landsins og ég held að við eigum að leggja ykkur fram við það að finna þessu staðsetningu sem að tryggir það að við séum ekki að skerða útsýni eða hafa áhrif á þessa náttúruperlu. Ég held að það séu möguleikar þarna í nágrenninu sem að myndi gefa álíka niðurstöðu fyrir fjarskiptafyrirtækin en ekki hafa áhrif á í rauninni þessar perlur. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá les ég eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn hafnar umsókn framkvæmdaleyfi miðað við umbeðna staðsetningu. Sveitarstjórn beinir því til umsækjenda að skoða aðra kosti við staðsetningu til dæmis við gatnamót þjóðvegar og Landeyjahafnarvegar þar sem nú þegar er álíka hátt mastur í eigu vegagerðarinnar. Þessum bókunin samþykkir vinsamlegast réttið bent. Hún er samþykkt samhliða. Þá er það 24. liður, deiliskipulag Hlíðarendakot. Fyrir hönd landeiganda óskar Elín Þórisdóttir eftir því að deiliskipuleggja það bil 26,5 hektara svæði jarðarinnar Hlíðarendakots. Fyrirhugað er að byggja við núverandi íbúðarhús auk þess að koma fyrir 2 heilsárshúsum á sömu lóð. Settir eru byggingareitir í kringum önnur hús á bæjartorfunni til mögulegrar stækkunar. Einnig verða afmörkuð svæði þar sem gert verður ráð fyrir 5 íbúðarhúsalóðum vestan við bæjarstæðið og einnig austan við það. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 14. september með athugasemdafresti til 27. október. Engar athugasemdir komu fram á auglýsingatíma tillögunnar. Einnig var tillagan send til umsagnar
Í umsögn Umhverfisstofnunar kemur fram að mikilvægt sé að fossinn Drífandi sé merktur inn á uppdrátt og að fjallað sé hann í greinargerðinni. Í umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er óskað eftir því að vatnsból verði staðsett og að vatnsvernd verði skilgreind í samræmi við reglugerð þar að lútandi. Búið er að bregðast við fyrrgreindum umsögnum í skipulagsgögnum. Í umsögn Veðurstofunnar kemur fram að ef er að ræða eldsumbrot í vesturhluta Kötlu eða norðurhluta Eyjafjallajökuls sé mögulegt að umrætt svæði verði fyrir áhrifum hlaupvatns. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að ef komi til náttúruhamfara þá er í gildi viðbragðsáætlun í sveitarfélaginu. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vil taka til máls? En svo ekki, þá er eftirfarandi bókun: Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni er samþykk rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. 25. liður Deiluskipulag Ytri Hóll 1. Er að ræða deiluskipulag á ca. 1 hektar spildu úr landi Ytri Hóls 1, landsnúmer 163-950. Gert er ráð fyrir veiðihúsi allt að 100 fermetrum að stærð með mænishæð allt að 8 metrar. 2-3 svefnhús samanlagt allt að 160 fermetrum að stærð með mænishæð allt að 5 metrum og aðstöðuhúsi allt að 80 fermetrum að stærð með mænishæð allt að 5 metrum. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi bókun við tillöguna. Tillagan var auglýst frá 7. september með athugasemdafresti til 19. október. Einnig var tillagan send til umsagnar. Í umsögn Veðurstofunnar kemur fram að ef að ræða eldsumbrot í vesturhluta Kötlu eða norðurhluta Eyjafjallajökuls sé möguleiki að umrætt svæði verði fyrir áhrifum hlaupvatns. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að ef komi til náttúruhamfara þá er í gildi viðbragðsáætlun í sveitarfélaginu. Í sameiginlegri athugasemd sumarhúsaeigenda sem eru í nálægð við skipulagssvæðið sem og eiganda jarðarinnar Ytri Hóls koma fram mótmæli við fyrirhugaðri staðsetningu veiðihús. Staðsetningin er meðal annars talin vera of nálægt núverandi sumarhúsum, aukning verði á umferð og ónæði í kringum mannvirkin. Öflun neysluvatns sé ótrygg, sé að ræða skerðingu á úrvalslandbúnaðarlandi og að skilgreina þurfi breytta landnotkun á reitnum. Skipulags- og umhverfisnefnd tekur undir fram komnar athugasemdir varðandi nálægð lóðarinnar við sumarhúsin. Í uppfærðri tillögu hefur verið komið til móts við athugasemd varðandi fjarlægð og er búið að færa lóðina frá fyrrgreindum sumarhúsum ca. 100 metra. Er þá heildarfjarlægð á milli byggingarreita þess sumarhús sem er næst og fyrirhugaðra lóðar ríflega 200 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að óhjákvæmilega verði einhver aukning á umferð og þar af leiðandi ónæði í kringum mannvirkin, sérstaklega á meðan að veiðihúsatímabilinu stendur. Það geti þó varla talist meiri háttar. Varðandi skerðingu á úrvalslandbúnaðarlandi þá bendir nefndin á að ræða mjög lítinn hluta úrvalslandbúnaðarlands sveitarfélagsins, eða ca. 1 hektara. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að starfsemin samræmi staðarskipulagi sveitarfélagsins 2012-2024, kafli 4.17.3. Þar sem að heimild er fyrir annarri atvinnustarfsemi á landbúnaðarsvæðum. Ekki þurfi því að skilgreina aðra landsnotkun. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá förum við til bókunar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna ásamt því að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem henni samþykk vinsamlegast rétt upp hönd.
Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 26, deiliskipulag Völlur 2. Deiliskipulagið nær til ca. 1,2 hektara lands úr landi Vallar 2, landnúmer 164-207, nánar tiltekið Vallarhorn. Gert er ráð fyrir að alltaf 250 fermetra íbúðarhúsnæði og alltaf 300 fermetra skemmu. Mænishæð bygginga er alltaf 8 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og við förum bara beint í bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni er samþykk rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 27, landsskipti Moldnúpur. Óskað er eftir því að stofna ca. 1,4 hektara lóð út úr Moldnúpi, landnúmer 163-783 í samræmi við uppdrátt unnum af verkfræðistofunni Eflu, dags 2. nóvember 2022. Hin nýja lóð fær staðfangið Moldnúpshestar. Landskiptin eru í samræmi við deiliskipulag sem samþykkt var í sveitarstjórn dags 10. mars 2022. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Og við förum þá bara beint í bókun. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Þeir sem henni samþykkir visast rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 28. liður, deiliskipulag Uppsalir, breyting. Óskað eftir breytingu á deiliskipulagi á Uppsölum, landnúmer 164-200. Breytingin felst í því að gerð er ný lóð Uppsali 4 sem er 3 hektarar að stærð. Heimilt verður að byggja íbúðarhús, bílskúr, alltaf 250 fermetrar. Gestahús alltaf 50 fermetrar og skemmu alltaf 250 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og við förum beint í bókun. Sveitarstjórn samþykkir að tillögan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni er samþykkt, vissulega rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 29. liður, Dílarflöt, ósk uppbyggingu á verslun og þjónustu. Aðilar sem eru áhugasamir kaup á landsbyggðinni Dílarflöt, landsnúmer 234-644, óska eftir afstöðu sveitarfélagsins til breytingar á landnotkun á spildunni þannig að hægt sé að byggja upp lítil gesthús til útleigu fyrir ferðamenn. Er að ræða breytingu á 10-15 hektara á norðvesturhluta spildunar sem yrði skilgreint sem verslun og þjónusta. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd tekur jákvætt í erindi. Þá förum við bara beint í bókun. Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og tekur jákvætt í erindi. Þeir sem henni samþykkir vissulega rétt upp hönd. Bókunum er samþykkt samhljóða. 30. liður, deiliskipulag Rjómabúið. Deiliskipulagið fyrir Rjómabúið nær til 1,7 hektara úr landi Bollakots, landnúmer 163-995. Gert er ráð fyrir gesthúsum ásamt þjónustuhúsi eða að hámarki 5 hús. Mænishæð húsa er alltaf 6 metrar miðað við gólfhæð. Aðkomuvegur verður frá Bollakotsvegi og skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi með 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og við förum í bókun. Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi með 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem eru samþykk, réttið upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 31. liður,
Hvammur, lóð 176 754, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Sýn ehf. Óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á fjarskiptamastri á lóðinni Hvammur, lóð númer 176 754. Uppdrættir eru eftir Sigurður Lúðvík Stefánsson frá Íslandsturnum ehf. Dags 15. nóvember 2022. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd að veitt verði framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á fjarskiptamastri á lóðinni Hvammur, lóð númer 176 754. Að undangenginni jákvæðri niðurstöðu úr grenndarkynningu. Grenndarkynnt verði fyrir eiganda Hvamms, lóða númer 163 770. Og við förum bara strax í bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir framkvæmdaleyfið með fyrirvara jákvæða niðurstöðu úr grenndarkynningu. Þeir sem eru samþykkt vinslast rétt við hönd. Bókunin er samþykkt samhljóða. 32. liður deiluskipulag Voðmúlastaðir. Deiluskipulagið gerir ráð fyrir 5 byggingarreitum sem hver sig 900 fermetrar að stærð. Á hverjum reit er heimilt að byggja allt að 60 fermetra gestahús til útleigu fyrir ferðamenn. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og við förum beint í bókun. Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni er samþykkt vinslast rétt við hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 33. liður skipulags- og umhverfisnefnd. Lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 10. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Er ykkur sem vill taka til máls undir þeim lið? Þá er bókunin fundargerð staðfest í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir rétt við hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 34. liður heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 54. fundar heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar. Eitthvað sem vil taka til máls við þessum lið? Svo er ekki. Þá er það bókun fundargerð staðfest í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir vinslast rétt við hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 35. liður fundargerð 75. fundar stjórnar Brunavarna Rangárvallasýslu. Byggðasamlag 30. nóvember 2022. Lögð fram til umfjöllunar og staðfestingar fundargerð 75. fundar stjórnar Brunavarna Rangárvallasýslu. Byggðasamlags. Anton Kári, gjörðu svo vel. Ég ætlaði bara að benda á að ég tók eftir því í dag að það vantaði þarna í þetta mál fjárhagsáætlunina sem var samþykkt af stjórn byggðasamlagsins, en hún er auðvitað, við gerum ráð fyrir, það er búið að taka hann inn í okkar fjárhagsáætlun sem við erum búin að samþykkja, en ég vildi bara benda fundamönnum á að fjárhagsáætlunin er þarna inni sem fylgigagna, því að samkvæmt laganabókstaf þá þurfum við náttúrulega að samþykkja hana líka og það er mjög vont fyrir okkur að samþykkja hana ef hún er ekki til staðar. Þannig að hún er þarna inn í málunum. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Þá förum við beint til bókar. Sveitarstjórn staðfestir fundargerð í heild sinni og samþykkir fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun Brunavarna Rangárvallasýslu byggðasamlag 2023. Þeir sem eru samþykkt vinslast rétt við hönd. Samþykkt samhljóða. Fleira er ekki á dagskrá. Þannig að þá þakka ég fyrir mig. Góðan fund og segi fundi slitið.